Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 30. júní er 5. sunnudagur eftir þrenningarhátíð og þema dagsins er kallið sem bjargar, send mig. Í leksinni sendi Guð Abraham burt úr landi sínu og gaf honum fyrirheiti. Í pistlinum sendi Páll kveðjur til safnaðarins í Róm og í Guðspjallinu fór Jesús borg úr borg, þorp úr þorpi, predikaði og flutti fagnaðar erindið Guðs ríki. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Þema dagsins er kallið sem bjargar, send mig. Í Gamla testamentinu eru margar frásagnir sem greina frá því að Guð kalli menn til ákveðina starfa. Lexían segir að Guð birtist Abraham þegar hann bjó í Úr og sendi hann burt úr landi sínu. Abraham hlýddi, tók sig upp, yfirgaf land sitt, ættfólk og hús föður síns. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi Haran og bjó þar eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum. En það gerðu líka Ísak og Jakob síðar og Guð gaf þeim öllum sama loforð. Guð gaf Abraham fyrirheiti nýtt land, að hann yrði ættfaðir mikilla þjóðar, hlyti andlega og efnislega velmegun og hann yrði farvegur blessunar til annara. Því að allar ættkvíslir jarðarinnar munu af þér blessun hljóta, sagði Guð. Þennan sáttmála við Abraham endurnýjaði Guð og útfærði að minnsta kosti 4 sinnum samkvæmt 1. Mósebók. Ekki tóku allir köllun sinni fagnandi. Móse möglaði, Jónas reyndi að fela sig fyrir Guði og spámennirnir fengu það erfiða hlutskipti að tukta þjóðina til, en slíkt hefur aldrei skapað vinsældir og fyrir spámanninn Jeremía var þetta hlutverk sár kvöl. Í Nýja testamentinu kallaði Jesús lærisveinana til starfa einfaldlega með orðunum fylg þú mér. En heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 8. kafla og hljóðar svo. Eftir þetta fór Jesús borg úr borg, þorp úr þorpi, predikaði og flutti fagnaðar erindið Guðs ríki. Með honum voru þeir 12 og konur nokkrar sem læknaðar höfðu verið af illum öndum og sjúkdómum. Það voru þær María, kölluð Magdalena, 7 illir andar höfðu farið úr. Jóhanna, kona Kúsa, ráðsmanns Heródesar, Súsanna og margar aðrar. Þær hjálpuðu þeim með fjármunum sínum. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, í Guðspjallinu er Jesús búinn að kalla til sín 12 lærisveina, en það voru fleiri sem að fylgdu honum eftir. Frásögnin er ein af fáum þar sem starfsaðferði Jesú er lýst. En hér segir hann hafi farið skipulega borg úr borg, þorp úr þorpi til að predika, það er boða fagnaðar erindið ríki Guðs. Já, Jesús kom til að boða ríki Guðs. Matteus notar orðið himnaríki eða ríkið á himnum. Eins og segir í bæninu okkar, Faðir vor, þú sem ert á himnum. Og felur í sér að Guð sé æðstur fyrir ofan okkur öll. Í Nýja testamentinu finnast mismunandi lýsingar yfir ríki Guðs. Jóhannes skýrari var fyrstur til að boða það með þessum orðum, takið sinnaskiptum, himnaríki er í nánd. Enda var hann sendur. Hann var rödd hrópanda í eyðimörk segir, geri beinan veg drottins, eins og Jesaja hafði spáð fyrir
Í Lúkasarguðspjalli spurðu farisear Jesú hvenær ríki Guðs kæmi og hann svaraði þeim: Guðs ríki kemur ekki þannig að á því beri. Ekki munu menn segja, sjá, þar er það, eða hér er það, því að Guðs ríki er innra með ykkur. Þessi vers segja okkur að Jesús sjálfur er táknmynd Guðs ríkis. Hann kom í heiminn á látlausan hátt, fæddur í fjárhúsi, en trúin í hjartanu staðsetur Guðs ríki innra með okkur. Í þeirri merkingu að þá erum við hluti af því. En eins og ég er alltaf að segja, þá höfum við val og æðstu prestar gyðinga höfnuðu ríki Guðs þegar þeir fengu Pílatus til að krossfesta Jesú. Þá hrópuðu þeir, burt með hann, krossfestu hann, við höfum engan konung nema keisaran. Þannig afneituðu þeir Guði og Guðs ríki. Allar lýsingar Jesú á ríki Guðs voru í dæmisögum, svo sem sagan sáðmanninn, hveitið og illgresið og fiskana í netinu. Og þegar lærisveinarnir spurðu hann hvers vegna hann talaði í dæmisögum, þá svaraði hann: Ykkur er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, öðrum er það ekki gefið. Jesús talaði leynda, það er huldadóma. Svar hans felur í sér að við þurfum að hafa fyrir því að fylgjónum, gera okkur farum að skilja dæmisögurnar og átt okkur á að við frelsumst ekki fyrir það eitt að vita hver hann var sagður vera, heldur þurfum við að festa trúna í hjartanu. Við þurfum að svara kallinu. Hinir leyndu dómar eru að enginn fer sjálfkrafa í ríki Guðs og við sem stöndum í flokkun alla daga getum séð samlíkinguna. Á efsta degi munu aðskiljast þeir sem hafa trúna í hjartanu frá hinum sem hafa hana ekki. Okkar frjálsa val dæmir okkur. Það er hinn leyndi dómur. Þetta uppgötva menn almennt ekki nema með fræðslu og skilningi á þessum dæmisögum. Það er óhjákvæmilegt að við höfum myndað okkur einhverjar skoðanir á kristinni trú í uppvestinum, bæði réttar og rangar. Og eina leiðin til að vita hvað sé rétt og hvað sé rangt er að sækja sér fræðslu. Og Jesús segir að við þurfum að taka við boðskapnum eins og börn sem heyra hann í fyrsta sinn. Því þannig fæðumst við að nýju, fæðumst inn í Guðs ríki. Og endurfædd höfum við svarað kalli drottins, fylg þú mér. Og svar okkar er þá, sendu mig í ríki Guðs. En köllunin hefur einnig annan tilgang og það er að þjóna Guði. Það er að vera kallaður í trúboð. Þar eru prestar með stórt hlutverk en sá sem er kristinn getur líka lagt sitt á vogaskálarnar bara með því að láta vita að hann trúi á Guð, sæki kirkju eða íhugi Guðs orð. Síðan er það þeirra hvort þeir vilji ræða trúmál eða ekki. En jarðvegurinn hefur verið undirbúinn, akurinn hefur verið plægður fyrir fræ sáðmannsins. Í Guðspjallinu sáum við að Jesús var að undirbúa jarðveginn fyrir trúboð lærisveinanna. Þeir fóru borg úr borg, þorp úr þorpi. Jesús hefði alveg getað sagt, sjáu þessa menn, þeir munu bráðlega taka við starfi mínu. Þannig að þegar að lærisveinarnir hófu trúboðið eftir dauða Jesú, voru margir móttækilegri fyrir boðskapnum. Þá er það athyglisvert að Guðspjallið telur upp nokkra konur sem hjálpuðu með fjármunum sínum, en það kemst ekkert trúboð af án fjármuna. Samkvæmt lögmáli Móse bar mönnum að gjalda prestunum 10.
og í flestum söfnuðum á Íslandi utan þjóðkirkjunnar tíðkast að láta söfnunarbaukinn ganga. Það er Guðs vilji að við hjálpumst að svo að það sé hægt að halda úti kirkjustarfi. Þó baukurinn gangi er engin krafa á söfnuðin að gefa. Það er fremur hugsað til orða Páls postula, sér hver gefi eins og hann hefur ásett sér í hjarta sínu, ekki með ólund eða með nauðung, því að Guð elskar glaðan gjafara. Og þegar hann kvaddi söfnuðin í Efesus sagði hann, minnist orða drottins Jesú sjálfs hann sagði, sælla er að gefa en þiggja. Megin boðskapur allra biblíunar er að trúfesti við Guð leiði til blessunar en óhlýðni til bölvunar og gjöf einstaklings til kirkju sinnar er gjöf til Guðs ríkis. Gjöfin getur hjálpað til að kalla fleiri til trúar og að auki veitir gjöfin mikla gleði í hjarta þess sem gefur og vegna blessunar Guðs mun hann ekki finna til skorts. Í leksíunni í lokakafla Rómverjabréfsins biður Páll söfnuðinn í Róm að taka vel á móti Föbe, djákna í Kenkréu, en hún hefur sennilega borið bréfið til þeirra, svo við sjáum að konur tóku virkan þátt í að byggja upp frumkirkjuna. Föbe hafði verið bjargvættur margra, þar á meðal Páls sjálfs. Kannski skaut hún yfir hann skjólshúsi og gaf honum að borða. Allt sem við gerum, sem stuðlar að uppbyggingu safnaðar og velferð þeirra sem starfa þar, gleður Guð. Þá erum við að safna saman en ekki sundur dreifa. Þetta er kallið í dag sem bjargar. Hvert verk sem er unnið á að vera til uppbyggingar, á að sameina söfnuðinn og stuðla að einingu til að laða fleiri inn í kærleiksríkt umhverfi, svo að þeir fái líka að heyra fagnaðar erindið Guðs ríki. Já, þemað í dag er kallið sem bjargar, send mig. Við erum öll kölluð og margir segja, send mig. Og þá er ég líka að horfa til allra sem eru sjálfboðaliðar í söfnuðum landsins og vinna mjög óeigingjarnt starf. Hinn almenni safnaðarmeðlimur veit kannski ekki af öllum þeirra verkum, en Guð þekkir þau og það nægir, því menn vilja fremur fá launin á himni en þakkir á jörðu. Kall Guðs heyrist alla ritninguna og flestir þekkja þetta vers, komið til mín, allir þér sem erfiðið og þunga eru hlaðnir og ég mun veita ykkur hvíld. Og vers vikuna segir okkur hver launin eru fyrir að svara þessu kalli. Því að af náð eru þið hólpin fyrir trú, það er ekki ykkur að þakka, það er Guðs gjöf. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni, Amen.